dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 19. mars, fundargerð borgarráðs frá 26. mars, fundargerð borgarráðs frá 9. apríl og fundargerð borgarráðs frá 16. apríl. Þarna þurfum við að ganga til atkvæða mann sem marga liði og það sem enginn hefur kvatt sér borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur kvatt sér hljóð. Og ég minni borgarfulltrúa að tilgreina þann lið sem þeir ætla að fjalla í ræðu sinni. Forseti, boðið borgarfulltrúar. Ég kveð mér hljóðs undir 9. lið. Það er þá 27. liður borgarráðs frá 16. apríl. Það sem lagt fram bréf Lex lögmannsstofu frá því janúar, það sem óskar eftir að borgarráð samþykki að endur upptaka ákvörðun velferðarráðs. Ég held að það verið gerð krafa endurskoðun á ákvörðun og lögð fram umsögn velferðarsviðs og bréfskrifstofu borgarstjórnar í borgarráði. Þá var beiðni endurupptöku hafnað með 4 atkvæðum gegn 2. 4 atkvæðum meirihlutans gegn 2 atkvæðum borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Nú, það er takmarkaður tími til að ræða þetta hér núna og viðamikil gögn sem liggja fyrir í málinu, en væntanlega hafa allir borgarfulltrúar kynnt sér þau gögn. Greinargerðir Lex lögmanna í málinu og ýmsar athugasemdir sem fram hafa komið, og þar er tilgreind ýmis atriði sem gefa fullt tilefni til þess að þetta mál verði endurskoðað og með tilliti til þeirra hagsmuna sem þarna er í húfi. Þarna hafi verið færð rök fyrir því að þetta sé á vafasamt að þetta sé allt á lögmætum grunni hvernig borgin stendur að þessu, og svo er að sjálfsögðu undir hagsmunir íbúa, hagsmunir notenda þjónustunnar í dagdeildarinnar í Þorra-Seli, Þorragötu 3, og ætlunin er að sú starfsemi flytjist á Vesturgötu 7, þar sem borgin hefur verið með mjög öflugt félagsstarf. Og ég held að segja sér bara sjálft að dagdeildin í Þorragötunni, hún þarf svo mikið rými ef hún flyst á nýjan stað, að það þarf að minnsta kosti að skerða starfsemi opna félagsstarfsins að Vesturgötu 7. Jafnvel gæti að lagst allt niður. Ég ætla ekki að fullyrða það þó, en það mun að sjálfsögðu skerða stórlega og verða allt öðruvísi. Og við höfum mjög velt fyrir okkur fulltrúar sjálfstæðismanna hvað menn að hugsa að leggja niður starfsemi á þessum stað. Allar spár benda til þess að eldri borgurum muni fjölga mjög í borginni á næstu 15-20 árum. Sumir segja 2-falt til 3-falt. Og það segir sig auðvitað sjálft að það er ekki skynsamlegt að við þær aðstæður að vera að fækka stöðum eða minnka húsnæði sem fer til opins félagsstarfs í borginni. Sjálfstæðisflokkurinn byggði þetta félagsstarf á sínum tíma, og þá vildu menn hafa það keppilegt. Þetta væri að minnsta kosti einn staður í hverju borgarinnar, helst í göngufæri innan hverfana. Og ef að félagsstarfið leggst niður á Vesturgötunni, þá er ljóst að það þarf að fara, margir þurfa að fara miklu lengri leið, og fyrir marga verður þetta utan göngufæris. Mér sýnist ýmislegt í þessu máli verið þannig vaxið að það þurfa að skoða betur. Það má velta því fyrir sig jafnir hvort að velferðarráð hafi tekið þessa ákvörðun á sínum tíma. Ein ákvörðun sem ég hygg að hafi verið tekin samkvæmt tillögunni er að það er lagt til að samþætt heimaþjónustu í Vesturbæ miðborgarhlíðum verði staðsett á Þorragötu 3, þar sem nú er rekinn dagdvöl Þorra-Sel fyrir aldraða. Mér finnst þetta mál hafi verið lagt fram með þeim hætti í velferðarráði á sínum tíma 16. október að það hafi bara hluti verið samþykktur og að menn séu að hengja á þessa mjög svo takmörkuðu ákvörðun, séu að hengja aðrar ákvarðanir eins og flutning dagdeildarinnar að Vesturgötu, hengja aðrar ákvarðanir sem raunni hafi ekki verið teknar. Þannig að mér finnst mjög margt einhvern veginn skrítið í þessu máli og stjórnsýsla viðhöfð þarna sem ég á erfitt með að skilja. Borgarfulltrúi
Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum ekki að halda borgarstjórnarfundi í Byrjólfti á hverjum degi, enda hefur það aldrei gerst áður að borgarstjórn hafi fundað utan miðborgarinnar í sögu borgarstjórnar, svo vitað sé á svona reglulegum fundi eins og forseti rakti ítarlega hér í upphafi fundar. Mér langaði þess vegna eða fannst við hæfi að lyfta aðeins málum sem að samþykkt hafa verið í borgarráði og í fundargerðum sem liggja fyrir fundinum, annars vegar samningu við Þrek nýja líkamsræktarstöð við Breiðholtslaug. Það var reyndar ánægjulegt að það var skrifað undir þennan samning í hádeginu í dag og það sem kom mér á óvart en skemmtilega óvart var að framkvæmdaaðilar eru býsna brattir þarna og ætla að reyna að opna strax á nýju ári, bara mjög fljótlega á nýju ári, tala reyndar janúar í því sambandi en ég trúi því þegar ég tek á því. Flækjustíð þó kannski ekki mjög mikið í byggingunni því að þarna verða samnýttir baðklefarnir og svo framvegis en þetta verður gríðarlega gott fyrir hverfið og fylgir því mikil fögnuður víða, veit ég. Við stefnum jafnframt að því að ganga frá viljayfirlýsingu við félag eldri borgara byggingu 50 íbúða í Suður-Mjódd og það í samræmi við deiliskipulag þar og breytingar raunar á deiliskipulagi sem að viljayfirlýsingun felur í sér en hún á mjög svipuðum nótum á aðra viljayfirlýsingar í húsnæðismálum sem við höfum verið að gera við samstarfsaðila og fagnaðarefni. Í þriðja lagi vildi ég nefna það að göngubrú í raun milli Seljakverfis og Efra Breiðholts á móts við Select að það var lagt til að farið yrði í að deiliskipuleggja hana. Hún hefur verið á aðalskipulagi en deiliskipulag hefur ekki verið gert og þarf að vinna í samráði við Vegagerðina. Því að Vegagerðin greiðir svona þveranir yfir stofnbrautir en borgin tengingarnar þar við. Það hefur verið kallað töluvert eftir þessu og tíma voru ágjörð því að þetta hefur verið fellt út af aðalskipulagi en svo var ekki og mikilvægt að þetta ágæta mál sé komið í farveg. Fjórða málið sem síðan má nefna að hér verður haldinn íbúafundur annað kvöld þar sem við förum meðal annars yfir lýsingu á hverfaskipulagi fyrir Breiðholt sem skilst að verið kynnt jafnframt í umhverfis- og skipulagsráði á morgun en þetta var svona til þess að nefna þessa hluti úr fundargerðunum. Það eru reyndar ýmis stór mál, við erum að staðfesta heildarendurskoðun á vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins sem einhvern tímann hefði tekið mikinn tíma hér en hefur verið í vinnslu mjög lengi og í faglegri umfjöllun en það eru þetta mikill áfangi að samþykkja það. Það líka mikill áfangi að samþykkja tillögurnar sem að tengjast Reykjavíkurhúsum og við vorum að ræða þarna áðan. Það er áfangi að kaupa Varmadal sem mjög stórt land í raun austur af Esjumelum. Þannig að það nú ýmislegt undir í atkvæðagreiðslum og fundargerðum borgarráðs. Borgarráð hefur verið starfsamt að undanförnu og ánægjulegt að staðfesta þessar ákvarðanir hér. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir að taka upp málefni Þorrasels hér undir fundargerð borgarráðs. Hann talar það að flutningur dagdvalarinnar af Þorragötu í Vesturgötu 7 hafi ýmsar hliðarverkanir í för með sér sem að kannski ekki hafi verið séðar fyrir. Velferðarráð tók afstöðu þessu máli í október eins og fram kom og ekki fyrr en velferðarráð hafði heimsótt bæði Þorrasel sem að staðsettir á Þorragötu 3 og félagsstarfið á Vesturgötu 7.
Félagsstarfið á Vesturgötu 7 hefur verið að breytast á undanförnum árum eins og víða annars staðar í félagsmiðstöðvum þar sem að aldrað fólk og aðrir sækja félagsstarf. Þar sérhannað húsnæði með tilliti til svona félagsstarfs og dagdvalar sem hentar afskaplega vel en hefur verið illa nýtt. Og þá komu upp þessar hugmyndir í starfshóp að sem var að skoða hvar samþætt heimaþjónustu og heimahjúkrun væri best fyrir komið að nýta að því að dagdvölin í Þorragötu hefur verið mjög aðþrengd í því húsnæði sem hún í. Og við skoðuðum þetta og það virtist vera bara mjög mikil sátt þetta í velferðarráði og okkur var sagt að það yrði væntanlega mikil sátt þetta meðal notendaþjónustunnar vegna þess að á Vesturgötu 7 kæmu þá fleiri, semst allir þeir sem að sækja Þorrasel, þeir kæmu á Vesturgötu og það yrði þá meiri fjölbreytileiki í þeirri þjónustu sem að þar og það færi mun betur gesti dagdvalarinnar á Vesturgötu 7. Eftir á þá urðu húseigendur á Þorragötu ósáttir við það að þessi dagdvöl ætti að fara þó svo hún sé að sinna íbúum af úr allri borginni og sjaldan og þá fáir hverju sinni sem að koma af Þorragötunni. En fólkið sem sagt keyrt í dagdvölina þannig að það ekki rétt sem framkomið máli Kjartans Magnússonar að þetta væri utan göngu færis við þá sem að sækja dagdvölina. Það ekki vandi því að allir sem í dagdvöl þeir fá sem sagt leigubílaþjónustu í dagdvölina og koma þangað sem sagt ekki sjálfir á eigin bíl né gangandi. Þannig að húsnæðið á Vesturgötu 7 á að henta dagdvölinni betur. Það á ekki að ryðja út þeirri starfsemi sem þar fyrir. Eitthvað hefur verið talað að sameina hópa sem eru bæði á Vesturgötu 7 og Aflagranda 40 því að þar hefur líka breyst áherslur og fækkað í hópi notenda í þessu hefðbundna félagsstarfi en hins vegar það sem fjölsóttast á Vesturgötu sem dans á föstudögum að hann verður áfram á Vesturgötu en það geta notendur eða gestir dagdvalarinnar Þorrasels alveg dansað eins og hverjir aðrir sem eru aldraðir eða þeir hafa áhuga á því. Þannig að það ekki hugsunin að færa dansinn. Það kom bara út úr samráði sem haft hefur verið við notendur Þorrasels og notenda á Vesturgötu 7. Þannig að ég held að séu bara heilmikil tækifæri í þessu. Við flutninginn þá skapast líka rými til þess að fjölga plássum í Þorraseli sem ekki hefur verið hægt. Það hefur verið heilmikill biðlisti þar en það hefur ekki verið hægt að fjölga plássum. Við höfum ekki einu sinni beðið heilbrigðisráðuneytið fleiri daggjöld því við höfum ekki getað tekið á móti fleirum. En núna skapast möguleiki til þess vegna þess að Vesturgöta 7 stærra húsnæði og hentugra á margan hátt, til dæmis þar sér herbergi sem að nýtast í hársnyrtingu, fótsnyrtingu og fleira fyrir utan annað húsnæði sem mun stærra og hentugra. Ég held að íbúar á Þorragötu verði líka sáttir með þetta en breytingar eru oft erfiðar fyrir fólk, sérstaklega vegna þess að það verður svo oft margt óljóst í umræðunni. Það oft ýmislegt sem að bjagast og breytist, meðvitað og ómeðvitað og í umræðunni og það kannski ruglar fólk í rýminu en það varð mjög góður hugur á bakvið þessa breytingu og allir töldu að það myndi henta mjög vel fólki sem að byggja á Þorragötu að vera í næsta nágrenni við vakthafandi hjúkrunarfræðinga og aðra sérfræðinga í heimaþjónustu. En íbúarnir hafa ekki viljað fá þá þjónustu inn þannig að það bara farið að skoða eitthvað annað því að húsnæðið hentar til margra hluta vegna þess að það aðgengilegt og gott eins og Vesturgatan reyndar líka. Ég verð kannski líka aðeins að fá að segja það að það hefur verið talað það að það vanti þá útivistarsvæði á Vesturgötunni en þegar Vesturgatan var byggð og það rétt sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sagði að það var á
mektarárum Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurborg, að þá var sérstaklega hannað útisvæði, svona inni útigarður á milli húsana á Vesturgötu sem að er mjög skjólgóður og góður og þar sem fólk getur gengið út á sínum göngugrindum ef fólk notar slíkt og fólk á eftir að nota vonandi góð sumars þar nú í sumar og næstu sumur því þetta er yndislegu garður og þökks í Sjálfstæðisflokknum sem að stjórnaði hér í Reykjavíkurborg að hafa byggt svona veglega á Vesturgötu 7 eða hendi bæði gestum Þorrasels og þeim sem að verið hafa í félagsstarfinu á Vesturgötu 7. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu. Er borgarfulltrúin að biðja andsvar? Orðið, já, þá spurning hvort að, já, ætli borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sé það bara næstur á mælendaskrá, það svo umræðundur öðrum lið sem að býður það eins. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Aðeins að leita það á Björku sem sagði að ég hefði miskilið að hvernig íbúar í Þórðarseli kæmið ángað upp á að þetta verið göngufæri. Það var engin miskilningur. Ég veit alveg að Þórðarsel þjónar allir Reykjavík og kemur í sérstökum bílum þangað. Ég var að tala um Vesturgötuna. Ég var að tala um Vesturgötuna að opið félagsstarf var byggt upp mjög víða í borginni með það í huga að þeir sem það sæktu hefðu það svona í göngufæri fyrir þá sem eru frískir og þeir eru margir frískir sem sækja þetta opna göngustarf en þetta opna félagsstarf en það er alveg ljóst að þegar að gamli Vesturbærinn sem er 6.000 manna hverfi missi sitt opna félagsstarf og eða það breytist þannig að fólk þarf að fara út á Aflagranda eða upp á Vítatorg þá er það utan göngufæris fyrir marga því miður. Nú og eins er þetta með útivistina. Það er alveg rétt að það er garður á Vesturgötunni, hann er hins vegar ekki mjög stór, þetta er náttúrulega hús var byggt á mjög þröngum reit og ég seti bæði fundi með notendum í Þórðarseli og Vesturgötunni og fundurinn í Þórðarseli var haldinn sama dag og notendur þar höfðu farið og skoðað Vesturgötuna og það kom mjög vel fram á þeim fundi að þeir sætta sig engan veginn við þennan garð, einn kallaði þetta fangelsisgarðinn og það var alveg ljóst að það er ekki saman jafna aðstæðan til útivistar annars á Þórðargötunni annars vegar og á Vesturgötunni hins vegar. Það er ekki saman jafna aðstæðan er svo miklu betri á Þórðargötunni. En það er rétt sem Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi sagði, breytingar eru erfiðar fyrir marga. Þetta er ekkert og það er kannski þessi hópur helst sem á einna erfiðast með slíka breytingar. Hópur sem er farin að sem tekst á við alls konar veikindi, minnisglöp og þess háttar á erfitt með að þegar hann er búin að venjast einu rými, búin að venjast einu stað, það er erfitt að flytja hann stað, tala ekki stað þar sem fólki finnst aðstæðan vera verri og ég man á fundinum með notendunum þá sagði einn sem tjáði sig, einn notandinn sagði við erum fólk sem gerir kröfur en ekki búfénaður sem hægt er að færa á milli húsa eftir geðþótta. Þetta var samt sagt. Ég held að við höfum frekar að líta til þess ef það er viljið til að stækka dagdeildina á Þórðargötu sem ég held að sé alveg fullt tilefni til, þá held ég að væri hægt að stækka hana með því að koma með litla viðbyggingu þar. Ég held að það væri hægt. Það getur núna 40 verið að einu og starfsfólki segir mér að það sé ekki mjög æskilegt að hafa fleiri en 50 í einu á slíkri deild. Þannig að þessi viðbygging þyrfti sjálfur sér ekki að vera mjög stór. Nú, en annars vil ég eins og borgarstjóri þakka hér fyrir þennan fund. Það er gaman og góð tilbinding að funda hér fyrir utan Ráðhúsið og vil taka undir þann fögnuð varðandi þessi 3 mál sem voru nefnd. Líkamsræktarstöðinni hér í Breiðholti og úthlutun lóðar fyrir félag eldri borgara og göngubrúna. Líkamsræktin er eitt af þeim málum sem hefur tekið nokkur ár að vinna. Við sjálfstæðismenn höfum lagt fram tillögur í því máli. Fyrsta tillaga kom fram 2009 og þetta hefur tekið lengri tíma en menn hugðu en þetta er sem betur komið í fullan gang núna og gaman að sjá þessa tillögu sem fyrst kom fram 2009 og við sjálfstæðismenn höfum borið fram veruleika. Mjög ánægjulegt með félag eldri borgara að þeir skuli fara að byggja upp. Gaman að það skuli gera núna en því miður þetta hefði mátt gerast fyrr. Engri lóðhyggju var úthlutað til byggingafélaga eldri borgara á síðasta kjörtímabili sem var miður
vegna þess að þrátt fyrir að þessi byggingafélög kölluðu eftir því og það hefði verið hægt að gera það á síðasta kjörtímabili sem því miður varð ekki af. Ef það hefði verið gert þá held ég að þessar lóðir, þau hús væri kannski það leita að vera tilbúin núna sem hefði þá tímalaust aflétt spennu af húsnæðismarkaði. Því við skulum átta okkur því borgarfulltrúar góður að þegar þessi byggingafélög eldri borgara byggja hús og fjölda íbúða þá losnar húsnæði annars staðar í borginni sem er þá gott sem losnar á fyrir yngra fólkið. Og eins með göngubrúna yfir Breiðholtsbraut á móts við Select. Ég hef tekið undir þá gagnrýni þegar að Breiðholtsbúar hafa gagnrýnt það að hún hafi verið eða það var eins og verið ekki gert ráð fyrir hennar skipulagi, það var reyndar eitthvað misskilningur í því, heyrði ég, að hún hefði sjálfur sér ekki verið tekið að skipulagi, það er eitthvað verið ítrekkað hún sé á skipulagi og þá liggur beinast við að spyrja hvort að þetta sé þá stefnubreiting meirihlutans í málefnum göngubrúa vegna þess að ekki langt síðan við Sjálfstæðismenn lögðum til að það yrði göngubrú smíðuð yfir Hringbraut í gamla Vesturbænum til þess að bæta öryggi gangandi vegfarenda þar og þá héldum mér hér hverja ræðin á fætur annarri þar sem þeir mæltu gegn þeirri lausn sem göngubrýr voru. Ég held að bæði borgarstjóri og formaður skipulags- og umhverfisráðs hafi tekið þátt í þeirri umræðu. Mér fannst ræðurnar að vera þannig að þeir væri svona prinsipielt á móti mislægum göngulausnum, þá sem sagt göngubrúm og jafnvel göngum líka. Þessi tillaga núna sem ég styð auðvitað heils hugar, hún þá stefnubreiting í þessu? Sem sagt í lagi að væntanlega menn að setja þetta á deiliskipulaga því þeir alltaf þetta er eitthvað sem á að byggjast og það þá væntanlega í lagi að byggja göngubrú í Breiðholt en ekki í gamla Vesturbænum eða hvað? Gaman væri að fá sjónarmið þessara góðu manna á því. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Heiða Björg Heilmirsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði að fá að taka til máls undir fundargerð borgarráðs frá 27. mars, 37. lið, sem er einmitt heildarendurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu sem að borgarstjóri minntist einmitt áðan. Því að það að geta skrúfað frá krana eins og við getum hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu og fengið hreint ómeðhöndlað grunnvatn er ekki sjálfsagt. 95% Íslendinga geta það en það eru hins vegar talið að 1 af hverjum 7 jarðarbúum búi við skort á vatni, sem er þá meira en milljarður jarðarbúa. Þannig að við erum hér með mjög dýrmætt auðlind sem við þurfum að vernda með öllum mögulegum leiðum og þær hafa sannlega verið rannsakaðar hér og verið skoðað. Það hefur verið síðustu 3 til 4 árin hefur farið fram á vegum samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, mjög ítarleg yfirferð á vatnsvernd og þeim samþykktum og verndarsvæðum sem eru þar ákveðin og mér finnst það bara eðlilegt að þetta sé gert reglulega og alltaf þegar mögulega er ástæða til. Og þetta hefur verið gert á vegum stýrihóps og vegum SSH sem hefur leitað til helstu sérfræðinga í þessum málum og tekið tillit til áhættumats fyrir mengun. Líkanareikningar af grunnvatnsrennsli hafa verið skoðaðir og svo hefur náttúrulega byggir þetta líka á reynslu sem hefur unnist með aðkomu heilbrigðisnefnda í gegnum árin og vöktun á gæðum neysluvatns á undanförnum árum og áratugum og reynslu vatnsveitana einnig. Þannig að ferlið er langt, eins og ég sagði áðan og mér finnst full ástæða til þess að við stoppum aðeins við það hérna í þessari dagskrá okkar hér í dag og vekjum svolítið athygli á því. Þetta er líka afskaplega mikilvægt mál. Málið er búið að fara tvisvar í umsagnarferli til allra sveitarfélagana og heilbrigðisnefndir allra sveitarfélagana hafa margoft fjallað málið og löngu áður en að ég kom á þennan vettvang og það er í rauninni bara stórmerkilegt og spennandi að fá að sjá hversu vel þetta er unnið. Ég hafði ekki áttað mig á því sem borgarbúi og nú hafa nágrannar okkar sumir samþykkt þetta og aðrir eru með þetta á dagskrá og þegar að öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa samþykkt sem ég vona, ég ætla nú ekki að fara að fullyrða að allir séu sammála eins og ég gerði áðan en ég vona að við séum öll sammála það að við verðum að vernda vatnið og byggja þar á bestu þekkingu hverju sinni.
Þá fer þetta til umhverfisráðuneytisins sem að þarf að staðfesta þessar tillögur og ég vona að við getum farið að vinna samkvæmt þessari nýju skipulagningu eða þessari nýju samþykkt í sumar. Og mér finnst bara gaman að fá að við samþykkjum þetta hér í Breiðholti, í fyrsta skipti sem að fundur haldinn í Breiðholti. Við hljótum að eiga eftir að halda fundi hér oftar. Þetta hefur gengið ljómandi vel og bara skemmtilegt að fá að vera með ykkur hérna í dag og gaman að við sem að afgreiða svona stórt mál á þessum fundi. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp að því að mér finnst að vera góðir mannasiðir að svara spurningum sem eru beint til manns. Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon spurði hvort það var einhver stefnubreyting varðandi göngubrýr og undirgöng í borginni. Nei, það er engin stefnubreyting hjá okkur í meirihlutanum. Almennt séð eru göngubrýr óæskilegar inn í þéttu miðborgarhverfi. En það sem að dreifbýli er meira og hraðbrautir líka í gegn, þá geta það komið vel til greina. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Við göngum þá til atkvæða alla þessa liði. Byrjum á 37. lið fundargerð borgarráðs frá 27. mars, þau sem samþykkja handgjöfumerki. Það er heildarendurskoðun vatnsverndarsvæðis. Já, það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við í 14. lið fundargerðar borgarráðs frá 9. apríl sem er lögavegur 120. Þau sem samþykkja það gefi merki og ég bið borgarfulltrúum að vera með í atkvæðagreiðslunni. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6 og borgarfulltrúar áskilja sér rétt til bókana. Væri gott að fá þær þó sem fyrst. Þá förum við í 17. lið borgarráðs, 17. lið fyrirgefið fundargerðar borgarráðs frá 9. apríl sem er Vesturbugt og Kirkjusandsreit. Þau sem samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum. Og 18. liður sömu fundargerðar Vesturbugt úthlutun 2 lóða. Þau sem samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum sömuleiðis. Og aftur hér bókanir boðaðar. Við förum þá í fundargerð borgarráðs frá 16. apríl. Það er 27. liður sem sé neðri liðurinn á útsendri dagskrá. Kvörtun vegna afgreiðslu velferðarráðs Reykjavíkurborgar vegna Þorrasells. Þau sem samþykkja þann lið gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4 og 2 hjásettur og þá er það 39. liður sem sagt efri liðurinn. Viðauki við fjárhagsáætlun vegna kaupa á landi í Varmadal. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með 13 atkvæðum. Þá erum við lokið við 9. lið á útsendri dagskrá og förum í 10.